Aðalheiður Ámundadóttir á Akureyri. Halló, heyrðu í mig núna? Já, sælvertu. Sælvertu, sko, þú hefur verið að stúdera þetta þarna fyrir norðan og hérna, sko, það sem við erum með núna er eitthvað sem að Alþingi hefur eiginlega tekið að sér og kalla ráðgjafandi stjórnlagaþing og þetta er eitthvað sem þú hefur verið að gagnrýna. Já, sko, ég reyndar upphaflega, sko, þegar að hugmyndin var fyrst að fæðast og fyrst það kom fram frumvarp hérna stjórnlagaþing, þá fagnaði ég því eindregið og svo hefur þetta náttúrulega verið hálfgerður vandræðagangur í þinginu með þessa umræðu og nú er komið þetta frumvarp ráðgefandi stjórnlagaþing og það er náttúrulega tilkomið vegna þess að þeim hefur ekki tekist að koma frumvarpi, sko stjórnlagafrumvarpi áfram. Það er að segja frumvarpi sem gerir ráð fyrir því að stjórnlagaþing fái löggjafarvald og þess vegna fara þessa leið að setja þetta ráðgefandi stjórnlagaþing og ég svolítið hugsa þetta þannig að við eigum að kjósa þá 30 manns sem að eiga að gefa Alþingi ráð eiginlega hvernig breyta megi stjórnarskránni. Þetta á að kosta fleiri 100 milljónir og svo fær Alþingi frumvarpið, ef að það verður frumvarp til þá fær Alþingi það til meðferðar og þá er það eiginlega dæmt til þess að fara í sama farsann og það hefur alltaf farið í. Það er að segja að þetta sofni aftur í þinginu, sko. Og svo er þetta ýmislegt fleira sem er svona spurningamerki í frumvarpinu, sko. Alþingi hefur náttúrulega verið ófært að semja stjórnarskrá. Það hefur sendið margar stjórnarskránefndir og það hefur aldrei gengið. Þetta er langtímaverkefni sem er alltaf strandað. Já, þetta hefur alltaf strandað og nú er komin þessi hugmyndur ráðgefandi stjórnlagaþing og það sem að enn og aftur gerist er að jafnvel þó að þessu ráðgefandi stjórnlagaþingi verði komið á og það verði smíða frumvarp að nýrri stjórnarskrá og jafnvel þó að það takist að þá er gert ráð fyrir því í frumvarpinu að stjórnarskráin fari til meðferðar aftur í þinginu þannig að við erum komin í sama vítarhringinn enn eina ferðina. Þannig að Alþingi mun eiga síðasta orðið í þessu alveg? Já, samkvæmt eins og frumvarpi er núna og það er náttúrulega fólkið í því að samkvæmt núgildandi stjórnarskrá þá er það Alþingi sem fer með löggjafarvaldið og þess vegna gera þeir ráð fyrir þessari meðferð, að Alþingi verða að leggja blessun sína yfir þetta. Hins vegar má alveg líka hugsa þetta aðeins út fyrir ramman og mér finnst einmitt gott sem að kom fram hjá henni Elvíru áðan túlkun laga og það hefur verið þessi tendens að túlka bara ef ég má sletta eins og the black letter to law, það sé bara bókstafurinn sem gildir og ef maður hugsa þetta aðeins út fyrir rammana þá þurfum við líka að hugsa hver er stjórnarskrárgjafinn. Við vitum að Alþingi er löggjafinn en hver er stjórnarskrárgjafinn? Og þetta hefur verið stundu svolítið kannski svolítið misskilningur einhvern veginn inn í þinginu og ég hef oft heyrt svona umræður þess efnis að Alþingi telji sig vera stjórnarskrárgjafann sem er bara rangt og því að það er náttúrulega valdið kemur frá fólkinu og það er þjóðin og það er fólkið sem er hinn raunverulegi stjórnarskrárgjafi og við getum ef við hugsum stjórnarskrána sem samfélagssáttmála sem þá er það ekki samfélagssáttmáli sem er búinn til af valdhafanum. Það er samfélagssáttmáli sem er búinn til af fólkinu sjálfu. Ég hef oft hugsað þetta eins og bara ráðningarsamning hreinlega, svona í sinni einföldustu mynd sem að þjóðin gerir við valdhafa sína það hvernig þeir hægi sér og fari með sín völd og þetta er svona hvernig völdin eru takmörkuð og annað. En segðu mér, þú hefur verið að setja fram hugmyndir og ég veit að nú er til dæmis borgarhreyfingin sem er að taka þetta upp. Það eru hugmyndir sjálfsprottið stjórnlagaþing. Já, það er ég er nú ekki kannski beinn þáttakandi í þeirri hugmynd en Þú hefur talað dálítið fyrir þessu. Já, ég
á þeirri ástæðu sem ég nefndi áðan og þessum vandræðagangi sem hefur verið í þinginu að þá mér eiginlega farin að hugnast sko þessi leið bara betur og ég hef ekkert stórar áhyggjur af því að það geti gengið ef að það séð til þess að það verði sko breið þátttaka og það verði séð til þess að þjóðin hafi möguleika að því að koma öll saman að verkefninu og þetta verði einhver svona jákvæð vinna sem að ég held að við höfum ofsalega gott af núna að þá held ég að þetta eigi ekki að vera miklum vandkvæðum bundið menn hafa spurt sig býttu hvaða gildi hefði ný stjórnarskrá sem samin af einhverju svona sjálfsprottnu stjórnlagaþingi og sko ég hef ekkert tiltölulegar áhyggjur af því ef að við bara sem sagt datt ég aðeins út Já, þetta náttúrulega, við þurfum víst að klára þetta en þetta sem sagt þetta fer fram hjá Alþingi þó bara Ég algjörlega á þeirri skoðun að við eigum að það var auðvitað frábært ef að stjórnvöld gæti á einn eða annan þátt sko tekið þátt. Já. En þetta væri sko bara einhvers konar afleiða félag eða veit ekki hvernig það er náttúrulega verið að útfæra það eitthvað núna. Já. Og að það yrði mjög breið þáttaka almennings hugsanlega sko það yrði útfærð einhver leið til þess að koma þessu stjórnlagaþingi á koppinn og svo yrði farið allt land eða í einhvers konar umræða þyrfti að fara fram. Já. Og ef að drög að nýrri stjórnarskrá sem yrði samin á stjórnlagaþingi sem þessu og ef að drög að því færi fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu og það náttúrulega gefur auga leið að það verður auðvitað að hafa mikil samskipti við þjóðina því að við getum ekki bara diktað upp einhverja stjórnarskrá og vitum ekkert hvernig þjóðin tekur henni. Já. En ég hef ekki áhyggjur af því að það yrði eitthvað efast sko gildi hennar vegna þess að það þjóðin sem að fer með stjórnarskrárvaldið og ef maður hugsa með sér sko að þjóðin komi sér saman nýjan samfélagssáttmála að þá sé ég ekki alveg fyrir mér hvernig sko valdhafarnir og þá ég að tala ekki bara löggjafarvaldið, ég er að tala framkvæmdarvaldið og dómsvaldið hvernig þeir sko myndu ætla að fara að hundsa slíka stjórnarskrá því að stjórnarskráin okkar í grunninn ætluð til þess að kannski takmarka valdhafana og svona balansa þau en þau eru ekki, sko stjórnarskráin ekki ætluð til þess að vernda valdhafana fyrir fólkinu, sko. Nei, heyrðu aðalegu, þakka þér fyrir. Maður þarf að hugsa þetta svolítið út fyrir ramman. Já, þakka þér fyrir og Elvira, þakka þér fyrir að koma hérna. Ég set texta svo að viðtalið þitt seinna í dag. Við ætlum að halda áfram að tala hér við fyrst Jón Danielsson og svo Jakob Frímann Magnússon.